Ég held að þeir séu teljandi á fingrum annarar handar sem ekki viðurkenna að útlendingaandúð í þessu landi sem og í mörgum öðrum löndum í kringum okkur að hún útlendingaandúð fari vaxandi og maður veltir fyrir sér hvort breytt viðhorf séu farin að hafa áhrif á fyrirbæri, störf sem hér unnin í þágu góðra mála og ég var að velta því fyrir mér í síðustu viku til dæmis með staðins og kvennaatkvarðið þar sem að hlutfall kvenna af erlendu sem eru af erlendu bergi brotnar nokkuð hátt hvort þar kunna vera einhver breyting eða hvort þar sé hægt að segja einhverja nýja sögu í þessum efnum og hún komin hingað að Rauða borðinu framkvæmda stýra kvenna atkvarðsins Linda Dröfn Gunnarsdóttir, vertu velkomin. Takk. Við kannski byrjum nú bara á því að tipla á því það nokkuð hafið yfir vafa lengur að það einhver í samfélaginu hefur orðið einhver breyting sem að við getum leyft okkur að kalla aukna útlendingaandúð? Já, nei, ég held ekki. Allavega ekki, ég veit ekki hvort að andúðin hafi vaxið eða hvort að fólk bara leyfi sér að vera meira opinbert með þá andúð, en það allavega aukið umtal stöðuna og það mjög neikvætt í garð fólks af erlendum uppruna og margir sem hafa átt sárt að mynda vegna þess, mikið af fólki sem hér býr sem hluta af okkar samfélagi sem hefur þurft að þola þessa hörðu umræðu sem ofta ekkit endilega málefnaleg. Það má alveg algjörlega taka samtalið en umræðan virðist oft vera farin út á ansi hálar brautir. En þetta einmitt mjög góður punktur sem þú nefnir að kannski bara búið að lögmæta þessa andúð. Kannski hefur hún ekki aukið svo mikið heldur bara orðin miklu sýnilegri. Já, og það náttúrulega bara alltaf svolítið erfitt að meta hvort koma undan hænan eða ekkið. En þetta líka oft kannski sett í alls konar búning sem þetta náttúrulega einhvers konar svona óttaskilaboð og vera að kynda undir einhvers konar óttavæðingu og einnig vera að taka inn eitthvað samtal sem ákast ekki endilega heima hér sem kemur frá Bandaríkjunum til dæmis og passar kannski ekki endilega inn í íslenska raunveruleika. Innflutt menningarstríð kalla sumir það? Já, einmitt. Og svo ef maður fer að kannski rýna tölurnar þá þær ekki eins drastískar eins og kannski afilátið en þetta er notað oft sem einhvers konar inngangur inn í umræðinu og til að ná eyrum fólks þá það oft virðist virka vel að koma með einhverjar stórar alhæfingar og fullyrðingar sem eiga ekki endilega stóð í raunveruleikanum. Já, og hún hefur verið ofarlega svo umræða að við búum með takmörku gæði og við þurfum að skipta þeim á milli okkar Íslendinga. Og þá komum við kannski að þessu viðkvæma umræðefni sem ég þakklátur fyrir að hafa brugðist jákvætt við og sett komin hingað til þess að ræða þetta hvort það gæti skapast hætta á því að í ákveðnum kreðsum þá verði einhvers konar ákall með það býtu af hverju kvennaatkvarðið að fá alla þessa peninga og allan þennan stuðning ekki önnur hver manneskja þar eða jafnvel meira af erlendu bergi brotin verðum við ekki bara að hugsa okkur Hvernig þetta? Hefur óttastu að þessi staða getur komið upp? Já, ef maður hefur eitthvað lært þá svona síðustu misserin og einnig í samskiptu við bara kvennaatkvörf á Norðurlöndunum og annars staðar í Evrópu að þá getur allt gerst og öll réttindi og þjónusta getur sannarlega verið tekin tilbaka og við erum að sjá það jafnvel Evrópulönd sem eru að ganga út úr Istanbul samkomulaginu sem samkomulag Evrópusambandsins þjónustu fyrir þolendur kynbundins ofbeldis. Getur aðeins komið inn á hvaða lönd það eru sem að hafa
tekið slíkt skref? Það var sem sagt Ísland núna, held ég að það var eitt af Eystrasaltslöndunum, ég held að það veri Ísland sem var að stíga út úr því samkomulagi sem er mjög stórt skref og vilja svona þetta vilja nálgast þetta meira svona kynhlutlaust og það er það sem við erum að eiga við mjög mikið núna, að það má ekki lengur tala um kynbundið ofbeldi í mörgum löndum, þá að tala um ofbeldi en ekki kynbundið ofbeldi og við sannlega skrifum alltaf undir það að það er til alls konar ofbeldi og það geta allir orðið fyrir ofbeldi en það breytir því ekki að það sé til eitthvað sem heitir kynbundið ofbeldi sem er algjörlega sérstakur faraldur sem er í gangi og á svona viss barátta sem við þurfum að heyja gegn því. Það er mjög hættulegt að við ætlum að fara að taka alla kynja umræðu út af borðinu. Þannig að við höfum séð það gerast. Þannig að vissulega erum við bara mikið á varðbergi og reynum að læra því hvað er að gerast í löndunum í kringum okkur. Það ríkir mikið traust til kvennaathvarfsins á Íslandi. Við höfum unnið okkar starfi yfir 40 ár og þjónusta þúsundir kvenna og barna. Við vonum svo sannlega að það muni halda áfram af því að það hefur sýnt sig að sú þjónusta er mjög brýn og það er þörf á þessari þjónustu. Við erum í miðri á í þessari baráttu okkar gegn þessu kynbundna ofbeldi því miður og það virðist ekki sigurinn vera unnin enn og ég held að við séum öll sammála það að við erum ekki tilbúin að hætta fyrir við náð fyrir endan á því. Tölurnar í kvennaathvarfinu hafa ekkert breyst. Það eru ekkert fleiri konur á erlendum uppruna í kvennaathvarfinu í dag heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Þannig að það hefur ekki breyst á neinn hátt. Þær konur sem sækja þjónustu kvennaathvarfsins er að langmestum hluta íslenskar. Þær aftur á móti sækja meira í viðtalsþjónustuna og í símann hringir hjá okkur allan sólarhringinn, konur að leita aðstoðar og ráðgjafar. Þetta eru yfir 80% kvenna sem að koma í viðtalsþjónustuna eru konur sem eru íslenskar. Aftur á móti þær sem dvelja hjá okkur, sem að hafa ekki þetta tengslanett og þennan stuðning sem íslensku konur hafa oft. Þær eru frekar konur, þær eru yfir helmingur eru þar konur á erlendum uppruna sem þurfa þann stuðning. En þetta hefur ekkert breyst og það hefur ekkert breyst að konur í öllum stéttum og öllum þjóðurnum og öllum atvinnustéttum verða fyrir ofbeldi, kynbundna ofbeldi og það spyr ekkert hvorki stétti né stöðu né þjóðurni. Já, en sko það er svo margt sem er að gerast í veröldinni sem við héldum að gæti ekki gerst. Við erum kannski búin að vera svolítið nævisk í þeirri hyggju að framfæri verði bara línulega. Og gæti það orðið að ríkjandi orðræða hér yrði með sama hætti og þú nefnir í Eistlandi að í pólitískum tilgangi þá hættu við að ræða kynbundið ofbeldi? Já, ég vona svo sannarlega að það gerist ekki. Og það hefur verið, við höfum líka séð þjóðir sem hafa bara afþakkað pent þessa þróun og hafa haldið áfram og haldið sínu striki. Ástralir til dæmis, tóku bara mjög sterka afstöðu gegn þessari bylgju og hafa haldið sínu striki og voru núna að lögleiða til dæmis nauðungastjórnun inn í sín lög sem eru rauninni þá öll þessi kúun, allt þetta ofbeldi sem er ekki líkamlegt sem þá auðveldar að sækja núna. Við erum með ríkisstjórn sem er að taka skref fram á við í þessari þróun í dag. Við erum með dómsmálaráðherra sem að tala mikið baráttuna gegn kynbundna ofbeldi og rétt fólks til þess að fá frið fyrir slíku og er að innleiða núna nálgunarbannið og notkun á ökklaböndum sem er frá Noregi, tökum það þar. Þannig að ég kýs að vera jákvæð og horfa fram á veginn en á sama tíma ekki vera barnaleg og horfa líka á það sem getur gerst og búa okkur undir það sem gæti gerst. Við erum að sjá frekar slæma hluti gerist í Svíþjóð til dæmis sem hefur svona alltaf verið okkar fyrirmynd í þessum málum. Það er núna til dæmis umræðum að taka kynfræðslu út úr skólum þannig að svo umræði komin lengra þar heldur en hér. Og það er svona líka þetta kynhlutleysi þegar kemur að umræðu
og svona minna traust til kvenna atkvarfa, fleiri svona meiri engavæðing á þeim vettvangi og þar að leiðandi gæðin að detta niður. Þannig að við heldum alltaf að Svíþjóð yrði fremst í flokki og hún það ekki lengur. Þannig að vissulega erum við bara alltaf á tánum og við erum alltaf að skoða þá hópa sem ekki verið að þjónusta. Það eru vissulega hópar þarna úti sem þurfa aukna þjónustu eins og konur sem eru í neyslu, sem verða fyrir hrikalegu ofbeldi, þolendur mansals sem verða fyrir hrikalegu ofbeldi og fólk af öllum kynjum, þar á meðal karlar, hvernig hægt að þjónusta þessa hópa. Þetta oft allt öðruvísi þjónusta sem sumir þessara hópa þurfa. Til dæmis hefur það sýnt sig að karlar leiti síður í karla atkvörð þar sem það í boði. Þeir vilja frekar ráðgjöf og slíkan stuðning. En allt þetta þýðir ekki að þau þurfum ekki að halda áfram að tala um kynbundið ofbeldi. Af því þar eru tölurnar það háar að við getum talað um faraldur og við getum talað um mjög kerfisbundna ógn og það bara allt önnur barátta. Já. En þú nefnir Þorgerði Katrínu og það eru náttúrulega 3 sterkar konur í brúnni sem leiða þessa ríkisstjórn og það kannski ákveðið skjól í því, eða hvað? Já, ég ætla að vona það. Pólitík náttúrulega eitthvað sem alltaf pínu erfitt að ráða í og en við finnum þennan meðbyr þeim megin að það þessi vilji að halda áfram þessari baráttu og tryggja þjónustu og berjast gegn þessari þróun, fara í ræturnar á þessu öllu saman. En umræðan enga síður mjög harkaleg út í samfélaginu og inn á Alþingi og við þurfum bara, við megum heldur ekki taka það út af borðinu, þannig það. Það ekki bara umræðan sé harkaleg og verði harkalegri og hömlulausari samanber þetta sem við rætum áðan með lögmæti þess að segja upphátt kannski það sem sumir hugsuð áður. Heldur virðist vera sem að sumu öfl þau skori hærra og hærra á vinsældasteganum við að ganga lengra og lengra. Ég held þess allt í lagi að bara kalla hlutina réttum nöfnum, tala um uppgang miðflokksins. Til dæmis að miðflokkurinn væri í ríkisstjórn núna, hefur meira áhyggjur? Leiðandi spurning. Já, þetta erfið spurning sko. Þannig að ef ég á að horfa til landana í kringum okkur og þá flokka sem að tala á svipum nótum og hafa komist til valda þar, að þá hefur það ekki gefið góða raun fyrir þennan málaflokk. Þannig að já, út frá því, ef að þeir eru að halda sama þræði og þeir flokkar, þá myndi ég hafa áhyggjur, já. Þá langar mig aðeins að varpa sjónarhorninu yfir til þinna skjólstæðinga, kvenna og börn annar hópur sem að þið þjónustuð. Hafa þær áhyggjur af þessari þróun og svona finnur fyrir því að konurnar í kvennaatkvarðinu séu meðvitaðar um þetta sem við erum að tala um? Sko, þær tala ekkert sérstaklega um þessa þróun. Það eru náttúrulega kannski ekki endilega alltaf með söguna heldur hvernig þetta var og hvernig þetta er. Nei, þær finna náttúrulega fyrir mismunun og finna það mjög sterkt og það fer náttúrulega svolítið eftir úr hvernig umhverfið þær eru að koma. Þetta eru konur sem eru náttúrulega að koma úr í rauninni tvöföldu ofbeldi, það að koma úr ofbeldi í nánu sambandi og svo oft líka kerfisofbeldi gagnvart þeim og þeirra stöðu. Þannig að í fyrsta lagi það að koma sér út úr ofbeldi í nánu sambandi þar sem að gerandin oft á tíðum íslenskur eða aðili sem hefur búið hér lengur en þær, það mjög algengt. Þannig að þær að fá allar sínar upplýsingar frá þessum aðila, oft mjög rangar upplýsingar hver þeirra réttindi eru og hvað þær geta gert. Það verður tekin að börnin og þeim verður hent úr landi og þar fram út úr göttunum eða þær voga sér að fara. Þannig að það eru mjög oft fastar inn í ofbeldissamböndum vegna þessa. Ranghugmyndir og heila þóttur hluti ofbeldisins. Mjög stór hluti og svo oft mjög mikil einangrun. Það náttúrulega svo taktík sem notuð af gerendum, það að vera með aðila af erlendum uppruna eða flytja með aðilanum úr sínu nærumhverfi til þess að geta náð þessari einangrun fram. Það ekki með sitt stuðningsnet. Fengið til okkar konur sem hafa ekki verið í neinum samskiptum við neinn annan en sinn maka, kannski svo árum skiptir. Við fengið til okkar börn á leikskólaaldri sem hafa aldrei hitt önnur börn, hafa verið bara inn á heimilinu
alveg alla sína ævi. Engin vinur að hringja í og segja frá. Bara ekki neitt, þau eru bara föstin á heimilinu, með ekki nota tölvu og ekki keyra bílinn og... Það er íslensku veruleiki? Það er íslensku veruleiki sem við erum að fá til okkar. Þetta eru konur sem eru í mjög miklu fjárhagslegu ofbeldi, þær hafa ekki aðgang að neinum fjármunum, þannig að þær eru algjörlega heftar þannig. Það er ótrúlega margt sem hægt er að gera sem gerandi í samfélagi í dag, þú veist með aðgang að rafrænum skilríkjum maka þíns til dæmis. Þú getur fengið viðkomandi til að skrifa undir hina ýmsu hluti, þar með talið forræði við börnum og annað slíkt. Það er nefnilega það. Þannig að þetta ofbeldi er það sem það er að koma úr og svo stíga þær út úr þessu ofbeldi eða oft á tíðum verða bara orðið það slæmt að lögreglan er kölluð til og þær koma til okkar og þá tekur við þetta stofnana ofbeldi eins og hægt er að kalla það og þá er það til dæmis lögfræðiaðstoð er ekki lengur í boði hjá Mannréttindaskrifstofu Íslands til fólks af erlendum uppruna. Sem var? Sem var. Það var frí lögfræðiaðstoð þannig að þeir gátu fengið svolítið svona svörin við, svona réttu svörin við þeirra stöðu og hvað þeir gætu gert, til dæmis varðandi dvalarleyfi og annað. Er langt síðan sú þjónustu var afnumin? Það er kannski svona ár mestalagi. Hún var lögð niður Mannréttindaskrifstofu Íslands og tekið upp Mannréttindastofnun sem að tekur ekki þessi mál. Þannig að þetta er bara komið út á borðinu og við vitum ekki hver framtíðin er þar. Svo þurfum við að eiga við sýslumann, þar sem ekki er boðið upp á túlkaþjónustu. Þannig að þær þurfa sjálfar að útvega túlk og það getur verið þá hver sem er og oft er það eitthvað sem kemur á vegum gerandans. Þannig að þær eru ofta að fá rangar upplýsingar frá sýslumanni. Hvað ertu að segja? Þannig að það er flókin tilvera sem tekur við og þetta allt hefur bæst svo þessi harka í samfélaginu gagnvart fólki af erlendum uppruna og við finnum það helst í kannski meiri það er meira þol gagnvart mjög bágri stöðu kvenna í kerfinu. Þá er ég að tala sérstaklega konur sem standa algjörlega utan kerfis, eru kannski að bíða eftir kæru eða annað slíkt, þannig að þær eru hér með börnin sín en hafa ekki rétt á neinni þjónustu og það er bara eitthvað sem við hefðum aldrei leyft okkur fyrir einhverjum árum síðan að vera með börn búandi mánuðum saman á landinu á þess að eiga aðgang að læknisþjónustu eða mega sækja skóla. Konur sem fá engan stuðning eða upplýsingar. Þetta er svona algjörlega svipt öllum réttindum og við erum alveg með svolítið slatt af svona málum og það er bara einhvern veginn fólki finnst einhvern veginn kannski vegna aukins álags eða umræðunar, ég get ekki rakið það, en það er einhvern veginn orðið í lagi að snúa þeim frá og segja þetta er ekki okkar borði. Já. Á meðan áður fyrir var bara meiri samkennd í því að finna lausnir saman í svona málum. Og þetta aukna áhugaleysi eða andvaraleysi er sem sagt þegar farið að bitna á þolendum. Já. Sko, þú segir að konurnar séu, þetta er mjög sláandi að heyra þig telja þetta upp, það er svo bara, maður einhvern veginn áttar sig, að ég, bara svo ég tala fyrir sjálf mig, ég áttar mikið á því hvað þetta er víðfemt og fyrir nú segir það núna. En sko, þegar þú nefnir að þær séu kannski ekki með sögun og hreinu og það sé búið að einangra þær og allt það, er þetta samt skynja starfsmenn kvennaathvarfsins auknar, er þetta breyta sem er svona farin að einhverju leyti hafa meiri áhrif á það hvernig konurnar tjá sig og hvernig þær sjá stöðu sína og framtíðina? Það er náttúrulega að finna bara þessa lokuðu dyr, sko, og þetta þjónustu leysi og jafnvel oft svona kannski bara verið að, þú veist, það eina sem þær fá er bara, þú getur þá bara farið heim til þín, er svolítið svarið og vitandi að þar býður þeirra jafnvel lífshættulegar aðstæður, en þá er það búið að hafna þeim kannski dvalarleyfi og annað slíkt og þá eru þær bara ekki lengur okkar mál og þetta er bara eitthvað kuldi sem er mjög erfitt að eiga við, en að því sögðu þá náttúrulega finnum við líka það eru bara einhvern veginn allir bundnir af sínum ramma. Félagsþjónustan má bara vinna einhver viss mál og sýslumaður vinnur önnur og annað en það er þetta svona úrræðleysi sem er algjörlega
mjög erfitt og erfitt að eiga við. Við höfum líka náttúrulega verið að eiga við konur sem eins og til dæmis konur sem komu frá Úkraínu, sem komu hér oft einar, ótrúlega svona ólíkur hópur flóttamanna heldur en við fengið áður. Þetta eru aðilar sem voru í vinnu bara fyrir mjög stuttu síðan og í virkni, flytja svo til Íslands og eru mjög fljót almennt að koma sér inn í samfélagið með þeim hætti að þau ætla bara að finna sér íbúð strax og vinnu og sjálf einhvern veginn, ekki innan kerfisins og því var náttúrulega mjög vel hægt, þú veist, þau eru bara ekkert verið að leggjast upp á kerfið og annað slíkt, en þá kannski gleymist svolítið að taka það til greina að þetta er mjög viðkvæmur hópur. Þetta er fólki miklu áfalli og er ekkert endilega kannski að hugsa alveg skýrt þessa fyrstu mánuði þegar að koma til landsins og þurfa mikla aðstoð og stuðning þó svo að þau beri sér vel og er mjög auðvelt að misnota þennan hóp og það er það sem við sáum með þessar konur, að við sáum gerendur nálgast þennan hóp og bjóða þeim til dæmis húsnæði og þær voru oft með börn með sér og svo eru þær að koma til okkar og þá eru þær að flýja í rauninni leigusala sinn sem er farin að misnota þær á ýmsan hátt til þess að fá að halda íbúðinni eða vinnunni eða annars slíkt. Þannig að gerendur eru mjög fljótir að láta sjá sig þegar viðkvæmir hópar er að ræða viðkvæma hópa sem að taka hvaða vinnu sem er og hvaða húsnæði sem er til þess að halda lífi. Þetta fólk er bara í hreinni lífsbaráttu. Þannig að sumar sagnanna hafa ekkert endað neitt sérlega vel. Að við tökum á móti konum eins og frá Úkraínu eins og þú segir en þeim mætir ef að segja bara nýtt helvíti. Já, það getur gert það og það bara svona undirstrikar mikilvægi þess að það sé tekið vel á móti fólki þegar þeir eru að koma úr svona svakalegum aðstæðum eins og stríðsástand eða að koma úr flóttamannabúðum. Þetta er viðkvæmir hópar. En þetta er líka þeir hópar sem hafa fengið náttúrulega langmesta umtalið í allar þessari umræðu og það er líka gott að minna okkur það að langstærsti hluti fólks af erlendum uppruna hér er fólk innan Evrópusvæðis og það hefur ekkert breyst og þessar tölur hafa ekki breyst þannig að þessi hlutföll sko. Þannig að nema bara með Úkraínuhópnum og Venezuelahópnum þá hækkaði í tímabundið þessi tala með flóttafólk. Þannig að eina ástæða fyrir að við finnum mun frá þessum hópi er að það er bara aukið úrræðaleysi með nákvæmlega þennan hóp. Já. Get ég spurt þig út í skoðun þína á svokölluðu lokuðu búsetu úrræði? Tengist það að einhverju leyti því sem við erum að tala um hér? Já, ég meina velferð kvenna og barna er náttúrulega eitthvað sem tengist bara alltaf kvennaathvarfinu og við þekkjum það bara að konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi eru mjög viðkvæmar og í viðkvæmri stöðu. Þannig að við höfum bara agiterað fyrir því að þetta er ekki eins og þessu lýst núna að þá býður þetta upp á að þær muni finna fyrir mjög miklu óöryggi og við fundum það strax í Domus Medica í úrræðinu þar voru þær í ólæstum rýmum og þetta eru bara konur sem eru ofta að koma úr mjög miklu ofbeldi, bæði úr sínu heimalandi og svo jafnvel úr nánu sambandi hér á landi. Þannig að bæði út frá konunum og svo náttúrulega einnig börnunum þá hefur manni svona fundist þetta ekki endilega að vera rétta leiðin en það hafa kannski ættum að reyna að læra svolítið af því sem við erum að sjá í kringum okkur að þá hefur það sýnt sig að aukið samstarf með fólki sem á að vísa á landi hefur alltaf verið til miklu leitt til miklu betri útkomu. Þannig að ef að þú ert í samstarfi og góðu samtali við fólk sem á að fara á landi þá er bara miklu meiri líkur á að það muni ganga vel fyrir sig. Það eru mjög fá undantekningatilvik þar sem er eitthvað vesen. Þannig að þarna ertu að fara alveg í hinn áttina. Þannig að svona út frá konum sem að
hafa þurft að þola ofbeldi þá eru ansi mörg atriði sem þarf að skoða vel og ígrunda mjög rækilega áður en að fara þeirra stað í svona verkefni. Já. Nöprustu vindarnir sem blása mannréttindi koma nú frá Bandaríkjunum og oft sagt að við séum svolítið amerikanseruð, við svona séum næm fyrir því sem að gerast í Bandaríkjunum og stöndum kannski ekki eins fast í lappirnar eins og Skandinavíu löndin. Getur verið að sko þessi greiðari aðgangur vondrar þróunar í Bandaríkjunum að okkar samfélagi, við séum bara rétt að sjá upp af þeirrar sögu núna með liti til þess hve oft haldið fram að við tilengum okkur bæði góða hluti og vonda hluti frá Bandaríkjunum. Sko, vanalega myndi ég segja já. Að við séum svona, okkur oft lýst þannig að við snúum bakinu við Evrópu og faðmunum við Bandaríkjunum menningarlega séð og eitthvað svona. Skandinavar hafa stundum lýst okkur þannig. Já, og þeir gera það nefnilega sjálfur. En í þessum málaflokki allavega með sko þróun umræðunar, bæði varðandi bara kynbundið ofbeldi, kvenhatur, kvennamorð og þróun á þjónustu við þolendur. Þá eru við á margan hátt að standa fastar í fæturnar heldur en Norðurlöndin. Já. Þannig að þau eru á margan hátt komin lengra í vandræðaskap og eru svolítið að reyna að byrja að snúa tilbaka. Já, saman bara þetta sem þú sagði með Svíþjóð áðan. Já, og við erum að horfa upp á í Danmörku að það eru helmingur held í kvennaatkvæða orðin núna einkarekin og nú verið að fara að snúa tilbaka með það, af því það hefur bara alls ekki gefið góða raun, það sem hefur verið að fara að slást einhvern veginn konur, það er borgað þá á hverja konu, hversu marga konur koma yfir árið og það hefur allt það sem að þessi svona grunnþjónusta atkvars sem svo erfitt að segja orð, sem þessi kvennakraftur og þessi samstæð og það sem það finna þegar komið inn og það sem við beislum svo vel hjá kvennaatkvarinu og hefur orðið til þess að fyrir 20 árum voru yfir 60% kvenna að fara tilbaka í óbreytt ástand og núna þetta 11-14%. Þannig það hvernig við nálgumst þetta. Stuðningurinn og tíminn sem þær fá og við sjáum bara að í rauninni eins og Danmörk og aðrir eru að snúa tilbaka úr þessari gryfju sko. Þannig að já, við á margan hátt eru þau farin að horfa til okkar þarna. Þannig að ég vona bara sannlega að við höldum okkar striki og lærum að því að þau hafi verið að fara í þess átt og það hefur ekki verið að ganga vel. Þannig að og eins þetta að svona neutralisera tungumálið og með ekki tala lengur konur og kynbundið ofbeldi. Það græðir enginn á því. Þetta barátta okkar allra og það enginn að taka af öðrum kynjum og þjónustu við önnur kyn þó svo við höldum áfram að tala kynbundið ofbeldi sem alvarlegan faraldur. Þetta mjög áhugavert. En jólin eru framundan. Já. Hvernig tími eru jólin í kvennaatkvarinu? Jólin eru náttúrulega, það erfitt að vera í kvennaatkvarfi við jól og það vilja allir vera heima hjá sér á jólunum. Þannig að kvennaatkvarfi svolítið viðkvæmur tími og það svona stutt í tárin oft í þessum mánuði. En samaskap þetta líka oft léttir og börnin hafa stundum talað það. Þetta eru fyrstu jólin sem þau mun eftir það sem þau voru bara áhyggjulaus. Þannig að það oft líka bara mikill léttir og gleði svona sem að tekur svo einhvern veginn yfir þegar fyrir að ganga á mánuðin og við erum rekin eins og stórt heimili þannig að við rekum þetta eins og stórt heimili þannig að við höldum bara jólin með öllu sem því fylgir. Það bara jólatrí og jólamatur og baka smákökur og það vinnur húsmóðir í atkvarinu sem að tryggir að það alltaf hjarta í húsinu og við reynum að passa að það sé komið vel á móts við alla, að þeim líði sem allra best eins og mögulegt á þessum tíma. Það sérstakur ráðgjafi með börnunum sem svona tekur sérstaklega utan þau að þau sé að lenda vel í húsi á svona erfiðum tíma. Við finnum fyrir ótrúlegum velvilja í samfélaginu. Fólki umhugað hvernig konur og börn hafa það í atkvarinu yfir jólin. Og við viljum öll að það líði bara öllum vel sem þurfa að vera þarna á þessum erfiða tíma.
Þannig að það er bara allt í lagt. Við erum bara á fullu að gera jólalegt og undirbúa og það og þannig störfum við alltaf og við vitum aldrei nákvæmlega hvernig atkvæði verður. Þú veist, það gæti komið inn bara stóra fjölskyldur kortir í jól, þannig að við erum bara tilbúnar í allt. Og við erum bara alltaf að reyna að agitera líka fyrir konum, það eru margar sem horfa á kvennaatkvæði sem einhvers konar stað, eða þú ert bara einhvern veginn á götunni, þú þarft að yfirgefa heimilið og þú hefur bara alls engan stað til að fara á. En raunin er svo að það að stíga út úr ofbeldissambandi er ofboðslega flókið og þetta gerist alls ekki að sjálfum sér og líkurnar á að fara tilbaka eru oft mjög miklar af því þetta er bara flókið mál, flókið samband sem átt við þinn geranda. Þannig að við höfum hvatt konur til þess að leita til okkar í auknum mæli til þess að fá hennar stuðning og fá þessa ráðgjöf og jafnvel koma til okkar frekar heldur en að vera á sófanum hjá mamma og pappa eða í herbyrgi hjá vinkonu af því að líkurnar á að þú þurfir að þú gefist upp og farið tilbaka eru bara svo miklar. Þannig að við búum við þann lúksus að kvennaatkvæði er aldrei fullt. Nei. Við tökum alltaf á móti konum sem þurfa á því að halda. Þannig að það myndast aldrei hjá okkur biðlisti eða annað slíkt. Þetta höfum við fram yfir Norðurlöndin sem eru rekin svolítið meira eins og stofnanir. Það sem er fullbókað og mega bara vera viss margir og annað slíkt. Þannig að og svo náttúrulega erum við að fara í stærra atkvarf. Þannig að þá getum við ennþá betur tekið á móti konum og börnum. Ég ætlaði aðeins að víkja því í lokin. En skiljið þið rétt að það kemur hólskefla af konum og jafnvel með börn rétt fyrir jól. Hefur þið einhverjar aðrar álmur heldur en kvennaatkvæði sjálf til þess að hýsa fólkið eða? Nei. Bara, en þú gæti tekið við öllu? Já. Tekur endalaust við? Já. Ef að konur eru sannarlega að flýja heimil sín sökum ofbeldis og þá tökum við á móti þeim. Við erum líka með atkvarf á Akureyri. Þannig að þar eru við líka með nóg pláss, þannig að þær geta líka þá farið þangað. En þetta hefur alltaf gengið. Þú veist, aðsókn í að dvelja í kvennaatkvæðinu er svona, hún fer alveg upp og niður en hún alltaf svolítið svona mallar í því sama. Þannig að við höfum alltaf, það er einstaka sinnum komið fyrir að við þurfum að draga út svefnsófa eða sækja dýnur. En annars fer oftast bara mjög vel alla í atkvæðinu. Faðmur atkvæðisins er óendanlega opinn. Já, hann er það. Já, það veitir ekki af. Og þær eru bara, af því þetta er ekki stofnun, af því við stöndum fyrir utan kerfi, þá finna þær það líka þegar koma til okkar. Við erum ekki hluta kerfinu, við erum alltaf með þeim í liði og þær stjórna ferðinni. Það er einhver búin að stjórna þeim nógu lengi, þannig að þær taka sínar eigin ákvarðanir, þær fara sína leið og það er enginn að vasast í því og ef þær ákveða að fara tilbaka eða taka aðrar ákvarðanir sem að við erum ekki sammála að þá er enginn að fetta fingur út í það, þær eru bara alltaf velkonar aftur. Nei, þú myndist á hann á gleðina. Ég held að sé kannski ranghugmynd sumra að það sé alltaf bara sorg og sút í kvennaatkvæðinu. En það er nefnilega oft er það ekki mikil gleði. Já, mikil legið. Mikil legið. Já, algjörlega og það er mikil gleði. Það er náttúrulega viss léttir í fyrsta lagi og svo bundast þær bara oft svo ótrúlega fallegum böndum konurnar sjálfar og börnin. Þannig að við erum með þessi sameiginlegu svæði sem er stofan og eldhúsið og þar er aldrei talað um ofbeldi. Þar ertu bara algjörlega frjáls frá þeirri umræðu. Eða hellist eitthvað yfir þig þá bara ferð inn í viðtalsherbergi og talar við þín ráðgjafa. Þannig að það er bara gert hvað sem er til að stytta börnunum stundir náttúrulega. Dagarnir geta orðið langir þannig að það er verið að spila tónlist og dansa eða baka eða gera eitthvað skemmtilegt og saman með konurnar. Þannig að starfskonurnar eru alveg ótrúlega magnaðar náttúrulega. Þær þurfa að lesa hópinn hverju sinni. Þannig að þú ert kannski frá í nokkra dag og kemur aftur, þá er kannski bara allt öðruvísi barnahópur. Það var kannski fullt af litlum börnum og svo kemur þú tilbaka og það eru bara unglingar og þú þarf bara algjörlega að skipta hvað þú ætlar að gera á vaktinni og suma konur þurfa bara mikinn frið og ró, aðrar eru búin að vera lengi og eru tilbúnar í alls konar aksjón. Þannig að en almennt við höldum upp á alla tillidaga og notum öll tækifæri til að gera okkur gleðan dag í kvennaatkvæðinu. Frábært. En já, þá kannski rétt aðeins í lokin varðandi þessa flutninga. Hvert eru þið aftur að fara?
Ég ætla náttúrulega ekkert að segja það. Nei, þú getur ekki sagt það. Við erum svona, við erum að flytja og það í Reykjavík og við seljum, við eigum húsið sem við erum í núna. Já. Þannig að við seljum það og erum að byggja sjálfar. Við fórum að stað, reyndum að finna eitthvað sem myndi henta og það hentaði ekki neitt. Nei. Þannig að við fórum bara, finnum að þjóðin með okkur. Þannig að við fórum bara að stað og söfnuðum fyrir nýju húsi og erum að byggja það. Já. Það verður tilbúið í vor, búið að ganga alveg ótrúlega vel og þar getum við tekið á móti, það opbóðslega mikið að stigum í atkvæðinu núna og við viljum geta tekið betur á móti konum sem eru með fötlun eða eru bara almennt eitthvað lélegar í kroppnum sem þær eru náttúrulega oft. Eins eru þær oft með börn sem eru með sérþarfir eða fötlun. Þannig að við vonum sannarlega að þær komið til okkar í auknum mæli þegar við erum búin að flytja. Við ætlum að halda áfram með þessa stefnu að reka þetta eins og heimili. Sumi atkvæði eru þannig að það eru sér íbúðir fyrir allar konur. Við finnum að þetta það sem við viljum gera. Í gegnum árum höfum við fundið það mikið að það þurfa að koma saman, koma út úr herbergju sínum og borða saman, börnin að hittast, ná sér út úr þessari einangrun. En í nýja atkvæðinu eru svona fleiri svæði þar sem hann geta samt verið út af fyrir sig og átt svona sína stundir og verið í friði. Og svo náttúrulega það viðtalsþjónustan sem að aukast alltaf jafnt og þétt. Í fyrra vorum við að veita 1800 viðtöl til kvenna utan atkvæðsins og við viljum bara geta bætt í ef eitthvað og við viljum ekki að konur þurfa að bíða. Við viljum halda klukkanum opnum eins og það kallast. Þegar þær eru tilbúnar að koma þá viljum við taka á móti. Já. Af því að mér var það á að spyrja hvar nýja kvenna atkvæðið. Heldur að sá dagur renni einhvern tímann upp að það þarf ekki að vera neinn leynd það eða þetta bara innbyggt inn í verndina og þetta skjól Já, sko við erum alveg að koma þangað og þetta nýja atkvæði miklu stærra og það verður alveg mun fleiri munu vita að þetta kvennaatkvæð og það allt í lagi. Við erum alveg velvarðar og myndavélar og lögreglan bara kemur leið og við tökum upp símann og þannig að það eru vel öruggar hjá okkur. Þetta meira kannski bara svona fyrir þeirra tilfinningu. Að veit ekki allir hvar kvennaatkvæði sé og þær hafi kannski svona þessa öryggistilfinningu að vera að fara á stað sem það ekki allir viti af. Gerendur eru oftast búnir að koma á stað í annarkort þeir að með einhvers konar svona tracking dót sem þeir setja í bílana eða í skólatöskutnar, þeir fylgjast vel með sínum þolendum og eða spyrja börnin eða annað þannig að en þeir koma ekkert í kvennaatkvæðið. Það ekki verið að sækja þangað, það eiginlega vitlausasta sem hún getur gert af því þá ertu strax komin í mynd og vita allir hvað þú ert að gera. Þeir sitja þær með rafrænu ofbeldi eða stafrænu ofbeldi þá bara svo ótrúlega auðvelt að fylgjast með fólki því miður og það svona svo ögn sem að stækka mest hjá okkur núna, það þetta konur stíg út úr ofbeldinu en þær geta samt ekki verið frjálsar af því það fylgst með þeim og herjað á þær í gegnum netið og þannig að þeir hafa uppáðum fyrir utan vinnustæðin eða leikskólan eða annað slíkt með því að nota símana. Það ekki algengt að það þurfa að kalla til lögreglu vegna þess að það sé eiginmaður reiður á dyrabjöllunni hjá þér. Nei. Þeir hafa nú oftast vita því og þeir ekki nýta sér utan í kvennaatkvæðið. Já. En ef þið væru hefðbundi stofnun þá væru svona önnur lögmál þannig að þú ert svolítið búin að selja mér að það sé best að hafa þetta form áfram eins og þú hefur lýst í. Já, við finnum líka bara að þessi mikli sveigjanleiki sem við getum sýnt konunum bara nákvæmlega það sem þær þurfa og það það sem heldur þeim hjá okkur. Og það alltaf loka takmarkið að það þær haldist hjá okkur nógu lengi þannig að séu búin að koma undir þessu fótunum og geta hafið sitt eigið líf eftir að það eru hjá okkur. Þannig að sveigjanleiki og geta tekið fyrir hvert mál og verið einhvern veginn alltaf í þeirri vegferð það sem tryggir þessar tölur sem við erum búin að ná. Kæri þakkir, Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaatkvæðsins. Ég óska þér og þínum gleðilegra jóla og vona þau verði ánægjuleg og skemmtileg í kvennaatkvæðinu og takk fyrir að bregðast við þessum spurningum. Við byrjuðum á því að ræða útlendingaandúðina og fórum svo víðar en mjög lærdómsríkt fyrir mig að heyri þér. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Og áfram höldum við, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is